Íslendingar eru aðilar að samtökum sem heita Scandia Transplant sem var stofnað 1969 og þetta eru samtök allra Norðurlandana sem að koma að ígræðslumálum og það er svona nokkurs konar banki sem að þau líffæri sem að bjóðast, þau fara í þennan banka og er síðan úthlutað. Við hér á Íslandi gerum samning við einhvern eitt stað eða eitt land sem að við höldum okkur síðan við og fáum þjónustu frá og í dag erum við með, og frá árinu 2010 erum við með samning við Gautaborg í Svíþjóð. Og þar er biðlistinn sem að við lendum á í sambandi við okkar ígræðslur, þar fara aðgerðirnar fram og það eru Svíar sem að koma síðan og sækja líffæri ef að það er að ræða gjafa, látna gjafa. Og bara svona til aðeins að halda áfram í þessum tölum að þá eru 500 mann sem bíða eftir svona hverjum tíma sem bíða eftir ígræðslum í Svíþjóð og það eru framkvæmdar 350 árlega þar, þannig að þið sjáu að biðlistinn er auðvitað töluverður. Það eru svona meðaltali 10 til 15 Íslendingar á biðlistanum og kringu 14 núna og sem sagt aðgerðirnar þar sem er að ræða lifandi nýragjafa að þær eru gerðar á Íslandi og það eru svona milli 6 og 10 ígræðslur á ári hérna hjá okkur.